Hvernig finnum við heildina ef við vitum hlutan og prósentuna en vantar heildina? Jú, ef við förum eitthvert, kaupum 15 kíló af hrísgrjónum, kartöflum, skiptir ekki öllu máli hvað það er, og fáum upplýsingarnar, það er 20% af því sem var til. Hvað var mikið til áður en ég keypti þessi 15 kíló? Já, það sem heildin er 100%. Og hvað þarf ég get hugsað þetta svolítið þannig, allt í lagi. 15 er 20%. Hvað er þá 40%? Jú, það er 30. Hvað þarf ég að halda áfram upp? Jú, ég þarf að margfalda með 5, af því að ef ég ætla að margfalda 20 upp í 100, þá margfalda ég 15 upp í 100. Og 15 sinnum 5 er 75. Það voru 75 kíló til áður en við byrjuðum. Hér erum við með 20%. Tala sem er þægilegt að fara með upp í 100% með því að margfalda. Hvað ef þetta eru bara 30%? Ég margfalda það ekkert svo auðveldlega. Þá er önnur aðferð og það er að breyta 20%-unum, 20 í tugabrot með því að deila með 100. Það er 0,2 eða 0,20. Ef ég væri að reikna þetta og ætti að finna 20%, vissi þessa tölu og ætti að finna þessa, þá myndi ég gera 0,2 sinnum talan. Ég ætla að kalla hana bara M hérna, nota bara eitthvað bókstaf. Það er 15. Ok, nú er þetta bara algebra. Ég get deilt með 0,2 báðum megin og þá fæ ég M er 75. Ég fæ sömu niðurstöðu. Tek prósentuna, breytin í tugabrot og geri fjöldin sem ég er með, deilt með prósentinu í tugabroti, þá fæ ég hvað 100% er.